Palli, velkomin. Takk. Það Stjarnan á sunnudaginn, hvernig svona leggst sá leikur í? Bara mjög vel, ég hlakka mikið til að fara á teppið og spila. Við erum við bestu aðstæður hérna í Boganum að undirbúa okkur fyrir þetta og hér er flott veður og það er alltaf, held ég, gott veður í Reykjavík, að mér skilst. Þannig að ég bara hlakka mikið til og held ég að leikmenn hlakki til líka. Mér langar aðeins fara strax í hópinn, eru allir leikmenn heilir? Það er allir leikmenn heilir en það fara ekki allir leikmenn með. Það var einhverja breytingar á byrjunliðinu. Það eru menn sem hafa verið að banka á dyrnar og komið inn og sem hafa staðið sig mjög vel og þeir fá tækifæri núna. En við mætum ekki með neitt BLI, ég get alveg lofa eitthvað því. En þeir sem eru, það er ekkert leyndamál, þeir sem eru á síðasta spjaldi fyrir bann, að þeir verða ekki með í þessum leik. Við bara rétt tölum þetta Stjörnulið. Þetta gegnum tíðina hefur verið allir sóknarlega gott lið. Já, ég er alveg sammála því. Þeir eru sérstaklega heima, þeir eru mjög aggressífir og sækja mörgum mönnum hratt og við erum svo sem höfum lent í að þurfa að verjast lengi og mikið, þannig að við reknum með að vera klárir ef við þurfum að verjast mikið og refsa eins og bara þegar við á. Þannig að við svo sem erum ekkert að reyna neitt þannig að blint í sjóin. Þannig að eins og ég segi, þá bara hlakkar okkur til og við förum í þennan leik til þess að ná í 3 stig. Við höfum verið að tala sísta leiki að þeir hafa verið allir mjög mikilvægir. En þessi náttúrulega lítur bara eins og allir aðrir að telja mikið. Já, það telur jafn mikið og hinni leikirnir og við getum komið okkur í enn þægilegri stöðu með sigri í þessum leik. Og þannig að ég get ekkert verið að reyta þennan leik eitthvað minna heldur en aðra leiki. Það er 3 stig fyrir hvern leik fyrir sigur. Og við erum í þeirri stöðu núna að það er stutt í liðin fyrir ofan okkur í töflunni en samanskapi þá megum við ekkert verið að gleyma okkur að halda þessi allt í blóma og við getum farið að slaka á og bara fara að tyggja og það er stutt niður líka, þannig að við höldum bara dampi og stefnum á að ná í 3 stig. Við erum ekki vanir að fara á Stjörnuvöll og slá í gegn, þannig að við ætlum að reyna að breyta því núna. Og náttúrulega leikillirinn eins og alltaf er bara mæta strax tilbúinir í leikin. Já, við leggjum það alltaf upp, það er ekki alltaf tekist á útivöllum sem við verið að fá okkur mörk upp að leikja. Þannig að við sjálfsagt reynum að vera svolítið varkárir í byrjunu og múra fyrir og svo þegar sá gállinn á okkur að reyna að pressa það svolítið og við ekki skora maður ef maður er ekki með boltan. Þannig að við þurfum að reyna að hafa boltan svolítið og halda bara okkar strikja áfram. Þetta hefur verið stígandi í þessu og ég hef verið mjög sátt við það sem hefur verið að gerast í síðustu leikjum. Við erum að vera þéttir og það hefur verið erfitt að skora hjá okkur undir öllum leikjum og samanskap hefur við skorað mikið af mörkum. Og enn ofta segja, þó þurfum að vera í vörn í 80 mínútur ef við náum að fá 3 stig út úr því þá fer ég jafnvel úr ofan. Palli, takk hérlega fyrir. David, velkomin. Takk fyrir. Stjarnan on Sunday, any thoughts? It will be a very hard game. Last time we lost against them at the home game. And especially it will be a hard game because it's on synthetic ground. It will be much different like on the ordinary pitch. So, but we will had very good games this week. So if we keep on a good play, so we can win the game. As you said, you guys lost against them earlier this season. Yes, 0-1, we lost 1-0. Yeah. And what do you guys need to do differently at this time? Just play the same game like in a few weeks. It was a very early game it was the 3rd or the 4th game in the championship, so we needed more time to get together, but we are in very good shape now, so if we keep on going, I think we can win, get the 3 points. There's 4 wins in a row, so it must be important to maintain this momentum. Yeah, we will be not very angry if we just get 1 point, but it will be very good to get 3 points in Reykjavik. Great. Thank you very much. Tack. Good luck. Tack. Tack.